Já, komið sæl, kæru hlustendur. Það Pingjan, föstudaginn 16. febrúar og það nú eitthvað yngvið síðan að við sátum hérna saman fyrir 8. mægin. Já, heyrðu, Þú ert að koma úr það var bara á besta góðu degi frí. í sögu Kópavog sem við hittust síðast. Býttu nú við, hvað var að gerast? Það var barnaháttíðin í Smáralind. Já, Shit! Ég grét já. í flugvélinu á leiðin út. Já. Mér fannst þetta svo gott. Þú sást hvað ég var ánægður. Þú og sko, Það var allt hana- þetta barnaaktiviti sko. Já, við náttúrulega hittumst. Já, ég er að segja það. Við hittum síðast þá, sko. Já. Og ég mitt, þegar þú kemur, Já, þá var ég að láta taka mynd af mér með klóa kókumir, Já, sko. Því að börni, ég sagði, þið fáið ekki mynd. Ég Nei. fæði mynd. Ég tók mynd af með öllum hana. Seriós fólkinu. seriós, já. Já. Fórstu í að kasta þarna? Ég fekk andlitsmálingu, rétt eftir ég lét mála kísu á mig. Kísa, Heyrðu. smá. Gefum smá klapp á Smáralind. Þau Já, hljóta já. að vera að hlusta. Ég trúi ekki öðru. Já, herðu, Besti dagur í sögu eigum við Kópavog. ekki bara að negla okkur í samstarf með Smáralind? Smáralind, Við jú. erum að bara heyri í þeim, sko. Hvernig ætli verður svona pingjudagur þarna? Ha, Bara það er góð einhverjir spurning. Við að áreita fyrir tómum kofanum. einhverjir lottarar. Já, Gangum, vil ég taka þátt í útbóðinu? Einhver útbóði? já, getur Já, verður við gaman. En ertu, því að þú ert fyrir kísunar, Dóldi. Ég er kísukall. Já, þú ert kísukall, sko. Ertu ekki kísukall? Ég er kísukúlukall. Já, við erum, það er svona, þetta kemur að því. Herðu, með okkur Dokkabit, við segjum prentaranum stríð á hendur Já, og viljum þetta allt rafrænt. ég þarf alveg að tengja þau við þessa djöfla á Spáni, sko. Það er ekki komið að. það er sko Maður átti Spáni. Bara, Ísland er held ég frekar framalega, bara í heiminum. Já, Og það er allt Dokkabit að þakka. við hefum Dokkabit mjög mikið Já, að þakka. já. Þú ert náttúrulega búin að vera að díla við þessa Evrópu sinna. Já. Ætla þessi djöflar ekkert að vera að nota rafræna lausnir. Ég veit Hvað ekki, sko, prentaði ég út mikið sem ógeðslega prentar daginn? Þetta voru 100 og eitthvað blöð Já. í tvíriti og þetta er alveg bara byrjun. Ég hef bara svarað þessum pósti með einu orði. Já, Dokkabit. já. Krakkar, ef þið eru Enda sko skrifaði ég, þú veist, í þessari sko hið umhverfisvæna Evrópusamband. Já, ég ætla ekki að segja endilega hver Nei. hérna Þú ert náttúrulega áður fjármagnið þarna, þannig að farðu varlega. Ég ætla ekki að segja hverja farir mínar voru þarna tengt þessu sko, Nei. en þú veist, ég kvartaði yfir þessu. Þetta er mjög sérstakt. Ég vissulega benti á bara, við erum hérna á 21. öldinni, sko, Já. á 3. áratug. Já, Þannig að þetta á að vera komið á hreint og mér skildist að þetta sé allt í vinslu núna á þessu ári. það farið Dokkabit. Ég vona það, allan. Tengdu þau við Já, ég þarf að gera það. Já. En við þökkum Dokkabit fyrir kærlega Jómfrúin einnig. Já. Það er búið að gera upp maður. Já, Nú er allt, það var náttúrulega allt mjög fínt og flott þarna áður, sko, en það er búið að gera upp þarna rýmið fyrir framann. já. Varstu ekki búin að sjá það? Nei, en Nei. ég var í Blackout á tenni. Já, þú alveg rétt, já, Og einmitt, ég er búinn að bóka mig borð. Já, Þannig já, að það er flott. þetta er svona eins og þegar maður er í veiðinni, þá Já. bókar maður fyrir jólin. Já. Þegar maður er út á Spáni, þá Já. bara veit maður hver maður er að missa af hérna heima. Já, Og fyrir að hugsa, ég verði eiginlega að komast í... fórst væntanlega í leifstöðinni líka. Nei, það var ekki búið að Það opna. lokaði, já, þú náttúrulega einmitt, ert svo snemma þannig. Já, við vorum alltaf snemma. Anskotin, já, en Jómfrúin í leifstöð, februar er náttúrulega orðin svona ágætis ferðamánuður hjá Íslendingum bara. Kíkja til tenni, þannig að við hvetjum ykkur á sjálfsögðu til að, jafnvel að vera búin að bóka borðið fyrr. Já, nú er svona, já, nei, ég ætla ekki að segja. Nei. Mikið af fólki á leiðin á ráðstefnur og svona erlendis. Já. Svona hinna svokölluðu vinnuferðir. Já, Nei, einmitt. það var ágætt að byrja þær á góðri ferð á Jómfrúnni. Já, það styttist nú að ég fara á ráðstefnu. Nú, hvert að vera? Ég ætla ekki að vera að segja það hér. Nú, Nei, hvað? er leyndamál hvað er ráðstefnum? Nei, er maður eitthvað að segja? Ertu að fara á þarna pornfesti í Vegas? Ég lagði þennan upp fyrir þig, sko. Já, Nei, þú veist, það er bara, ég ætla ekki að vera segja frá því hér, skilur ég meina, Nei. ég kannski segi bara þegar nær dregur, já, en þannig að, já, það er ráðstefnur eru góður og gildar. það er gott að fara það. Auðvitað hafið að lokum hérna í bili, sko, ég hafði orðaði bara rétt áður kveiktum á mæknum hérna. Það er sturla mikið að, þú veist, ég prófa oft eitthvað nýtt, sko, þarna, þegar ég fæ mér oft sama, sko, en prófa nýtt og þetta er, þessi réttir eru hver öðrum betri, sko. Já. Þorskur í villisveppasósu, sturlaður réttur, gæti ekki mælt meira með. Ertu búin að vera í krókættunum með það? Já, ég fekk mig krókett daginn, Já,
Það er frá Geðugar, skilur Já, geðugar, svona Munch. Þetta er bara, Saltfisk krókettur. Já, ég náttúrulega var ekki búin að kynna mér þessa krókettur neitt sérstaklega vel. Nei. Fyrir en ég fekk mér það, sko, þá kemur í ljósið að þetta eru bara einhverja svona Saltfisk krókettur. Já, svona bara, ég vissi ekki hvernig það voru í laginu, sko. Þetta eru fiskibólu fína fólkis. Já. Þú getur tekið þarna hina fiskibólunar sem eru góðar fyrir börnin. Þetta er fína fólki fyrir þessa. Já, algjörlega, ekki spurning. Herðu, vetjum ykkur til að fara í hafið og kynna ykkur þar sem þið hafið búið að bjóða. Nú, Yngvi. Sko, nýjasti dagskráliðurinn átti eiginlega að vera svona samstarfi hafið. Nú, já, þá hefur það bara í samstarfi við Payday. Já, bara svona hlaðborð góður á væntinga, það var svona yfirskriftin. En já, Payday. Já. En sko... Bjössi sokkaði mig. Ég ætla nú að... Bjössi sokkaði mig. Nú? Já, það var nefnilega að vera að kvarta hjá mér að, þú veist, seðilgjaldið sem maður setur þegar maður að senda rafræna reikning. Já. Lengi vel, þá byrtist það ekki í Excel-skýslunum sem maður var að taka út úr Payday. Og það er eitthvað búið að vera kvart í mér eða vant alltaf að setja inn og inn. Og ég hjóli Bjössa. Já, senda á hann. Ég hef ekki verið með seðilgjald. Heyrðu þarna, gamli tittur. Já, og þrælungur endar. Já, og hjóli hann með þetta átt ekki verið að komið. Löngu komið. Já, auðvitað. Ég þori ekki að segja annað en takk. Ég sjá það hjá Payday, þau eru með puttan á púlsinum. Minn á eitt, út af því að það er nýtt ár og nýtt kerfi. Það er margir, ég er búin að missa janúar, ég er á seinna að byrja í Payday. Ég ætla að taka það fram. Þegar ég byrjaði í Payday, ákvað ég að hætta. Það var í mars. Það tók mig 2 mánuði, ég kláraði fyrsta vaskinn. Jan, feb og nýjári, skottaðist svo yfir. Þannig að það er ennþá von. Já, það er ennþá von, það er alltaf von. Og ég er með update. Sá sem er komið flesta á bókurunum, það er 30 af 100. Jú, það er að hæsta sem ég hef fengið sent. Svakalegt, maður. Við möttum að fá að verifæta reyndar frá Bjössa, en það stefnir í gott ár. Já, frábært. En herru Yngvi, það er nóg að fréttum. Eigum að byrja á þessu tenetips eða? Leð mér að taka nokkrar vel valdar, sko. Já, ég sé með erlenda fréttir. Það er búin að vera sko frá í talsverðan tíma þó við höfum gefið út þætti og vorum með handa tímalausan og svo Þórhall auðvitað, sætla minninga, búin að fá mikið hrós fyrir það. Stórmerkilegu maður, Þórhallur. Hvert fólk til að hlusta á það er opið. Hann var svona óvenlegu business þáttur og því að Þórhallur er fjölmiðlamógúl og mídía er náttúrulega stór partur af líf okkar. Fjóruða veldi eins og sumi kalla það. Sem er einhver mest að della sem maður hefur alltaf. En geggjaður, hann er geggjaður því hann er svo reynslu mikill í þessu. Valli, mjög góður. Já, Vallir í áskriftinni að vísu, Þórhallur í opinni. Minnum líka á áskriftina á partus.is/pingjan. En sko sögurnar af markasetningunni þarna hjá Valla og Kó, þeir voru með sprætið upp á Rauðavatni og þetta er bara lærdómur. Það er enginn að gera svona í dag. Þessi þáttur er bara lærdómur, þetta er bara skóli. Þetta gefur fólki góðar hugmyndir að það ætlar að vera í business. Ekki spurning. Fara eins út fyrir normið í því sem þeir eru að gera. Já. En herðu, það er nú kannski bara að mínum mati ein af stærstu fréttum vikunar núna. En náttúrulega, við erum búin að missa smá út með fréttaflutningina. Þú veist, það sem er náttúrulega gerist í millitíðinni, hvort það verið í síðustu viku að Grindvíkingar og að skera það úr snörunni, þú veist, upp að einhverju marki. Ég mista því, með húsnæðin. Ég byrjaði að bjóða bara... Sko, já, ríkið gaf það út að það ætla að greiða 95% af brunabótamati fyrir íbúðirnar. Þú veist, og maður velti fyrir sér brunabótamat er náttúrulega aldrei fullt verð sko og þau eru ekki einu svona að greiða fullt brunabótamat skilju þannig að þetta er 95%, þetta er frumvarp. Og það er búið að stofna fasteignafélagi Þórkötlu sem á að sjá kaupinn og hérna... Er það OHF eða EHF? Það er helviti góð spurning hjá þér. Já, skiptir örugglega engu máli. Ég ætla að tjekka á því, sant? Já. Þetta er samt áhugavert út því að ef þú hugsaður það, þetta eru fasteignakaup. Þórkatla EHF, Nei, Þórkatla EHF er eitthvað allt annað. Já, það er bara verið að breyta því í fasteignafélag. Maður sjá. Þórdís er bara mætt í yfirtöku. Já, ég veit ekki. Hún vill þennan rekstur. Það er allan að tala Þórkötlu hérna, skilur við, en það er ekkert félag búið að skrá greinilega. Og Þórkatla er til. Já, það er væntanlega að stofna. Það er talað þetta á viðskiptablaðinu. Þórkatla kaupi íbúðir í Grindavík. Ríkið mun stofna og fela fasteignafélaginu Þórkötlu að kaupa íbúðarhúsnæði. Mun stofna og fela fasteignafélaginu Þórkötlu, já, ok, allavega. Þú veist, þetta er það sem segir hérna. En eins og sé, þetta er einhverjum kvöðum háð auðvitað. Heildarkostnaður nemur 61 milljarði samkvæmt frumvarpinu, sem er minna heldur en ég hefði gett ráð fyrir, en fasteignamatið er 100 sko. Og brunabótamatið er náttúrulega aldrei, þú veist,
þetta alltaf, það munur alltaf einhver á þessu sko. Þannig að ríki að kaupa húsnæði af Grindvíkingum á pennies on the dollar. Já, í raun, en þetta nær ekki til dæmis atvinnuhúsnæðis. Já, það er ekki inn í þessu. Já, og þú veist, þetta auðvitað ekki fullkomið frumvarp og það bárust sko marga kvartanir, það var bara að gerast í gær, þessi á miðvikudag. Já, við erum staddir hérna á þriðjudegi. Nei, á fimmtudegi. Já, akkurat. Og þú veist, það var opið fyrir umsagnir í 4 daga. Já. Og það barust helviti marga kvartanir eða umsagnir, 316 talsins á þessum 4 dögum, þar sem hafa verið að svona leyfa fólki að segja sína skoðan á þessum frumvarpi. Og maður auðvitað skilur að það er ósætti að mér skilst, þú veist, meðal einhver íbúa þarna. Já, þetta er, eins og ég segi, alls konar kvöðum háð og þetta er meðal annars sko að þú þurfir að vera með skráð lögheimili til að fá greiðslu. Já. Þú veist, þannig að fólk sem er kannski með íbúðuna sína í útleigu eða eitthvað er ekki með skráð lögheimili. Það er rauninni, þetta frumvarp nær ekki til þeirra. Ok, er það algengt í þessu? Þekkir það? Nei, ég veit það ekki sko. Ég veit ekki hvort að til dæmis eins og brunabótamat ef það kviknar í húsinu og þú ert ekki skráður með lögheimiliðar. Það hljómar ansi skilja. Já, ég veit það ekki. En sko þú þarft að hafa verið með skráð lögheimili að minnsta kosti frá 10. nóvember 2023. Ok. Nei, í rauninni sko, já, frá því. Ok. Þannig að og er fólk að gagnrýna þetta? Meðal annars, já, og svo er forkaupsréttur og hann er bara í 2 ár fyrir íbúana. Þau hafa bara 2 ár, þú veist, til að nýta þennan forkaupsrétt. Að mér skilst á þessu frumvarpi sko. En er það ekki frá því að ríki ætla síðan að selja eða ert að selja ríkinu og þú er 2 ár til að kaupa það aftur? Já, þú veist, þú sem seljandi til ríkisins hefur 2 ár til að kaupa íbúðina aftur. Ok. Og maður velti því fyrir sér, þú veist, er það nægur tími? Við vitum ekki hvað þessar jarðhræringar verða lengi þarna og hérna, þú veist, og guð maður vita kannski verður bara bærin komin út í hraun á þessum tíma, þannig að við vitum ekki, en hérna, hvort það þurfa að koma til þess að fólk nýti þennan forkaupsrétt, en 2 ár finnst mér dálítið svona, já, helviti knapp. Ég er sant, úr öðrum fjármálagerningu sem maður hefur séð, þá hef ég alltaf séð 2 ár, þannig að mögulega er þetta bara eitthvað, þetta er bara eðlilegt sett í það. Já, svo þetta er svona kannski dálítið innan rammans, en þú veist, þetta er auðvitað allt aðra aðstæður, sko. Já. En hérna, sko, en já, það er núna verið að taka þetta frumvarp til skoðunar, skils mér, því verður breytt og það er tekið tillit til sumara þessa athugasemda sem að íbúa Grindavíkur gerðu við frumvarpið. Alls ekki allra þó og sko... Hvað sagðir að, hérna, var þetta 60 milljarðar? 61 milljarðar. Þetta er bara... Þetta er miklu ódýrara en við heldum. Þau eru að fara að taka 5-falda gírun, 12,2 milljarðar út, svo bara fjármagnaði sig hjá líbónum og bönkunum. Já, en þú veist, þetta er... Kannski svolítið dýrt að borga húsnæðisláni en það er kannski ódýrara að taka þetta bara á 20%. Ég skal ekki segja, sko, en ég veit nú ekki, með þetta er bara svo glæný frétt hérna sem ég var að sjá bara rétt á þannig, þannig ég sé ekki alveg nákvæmlega hvaða breytingar þau hafa gert, ekki svona í fljótu bragði og gera fyrirvara en það sem ég var, þessar kvaðir sem ég var að nefna þetta áðan áttu vissulega við fyrir og ég veit ekki hvort það sé hreinlega búið að breyta þeim en það var allavega mikið ósætti og þetta er kannski svona stærsta sem hefur gerst síðast liðnar vikur meðan við erum búin að vera í burtu en svo er að mínum mati stærsta frétt vikunar athyglisverðasta frétt vikunar og bara sennilega þú veist, það er eflaust skipta skoðanir á þessu en ég er allavega hrifinn af þessu þetta er úr Háskóla, iðnaðar og nýsköpunarráðuneytinu Áslaugu Arna vinkona okkar hún hefur sett fram þá hugmynd að skólarnir einkarekniskólarnir eða sjálfstæðsstarfandi HR og þú veist þetta hljóti óskert fjárframlög frá ríkinu gegn afnámi skólagjalda og ég ætlaði alltaf að trúa mínum eigin augum þegar ég sá þetta þekkist auðvitað á öllum Norðurlöndum bara nema á Íslandi og hér má segja, hér er hreinlega bara verið að gefa öllu fólki jöfn tækifæri til náms sem er mjög falleg hugsun og sem er náttúrulega ennþá eða fyrir, er það ekki? Já, ég meina, þú veist, svona út frá veskinu. Lánasjóði og öllu. Jú, í rauninni, skilur en út frá, þú veist, þú þarft ekki vera skuldbindingum háður, sko. En eðli málsins samkvæmt fór ég að hugsa út í kostnað varðandi þessar aðgerðir því að ríkiskassin er nú ekki beint í sterkri stöðu í augnablikinu, þannig að þetta er svona áhugaverður tímapunktur að vera að setja þetta. En það kemur fram að þetta séu að hámarki 2 milljarðar kostnaði við þetta og
það er ekki meira en það sko Ég held að, þú veist, þetta er 0,2% af tekjum ríkisins sko Við þurfum bara að heyri Áslaugu nei, þú veist Ég svo sem sko, ég var á Ég held að þetta sé með skynsamlegri ákvörðunum eða fjárfestingu sem ríki getur lagt í sko Þú veist, skynsamlegri margt annað Ég fór á Bjórkvöld þjóðmála á miðvikudaginn Það mættust stálinn stinn Stefán Einar tók og talaði þetta að vera hræðilegt Áslaugu var í salnum talaði að væri bara verið að ríkisvæða háskóluna og svo inn í end þetta rétt, þú veist, það eru fullt af kostum í þessu en áhugaverðasti punkturinn sem satt eftir samt var sem Stefán sagði, sem að kemur í hlaðvarpi þjóðmála það er ekki endur taka allt var hérna með, þú veist, þessu forsetalistin í HR og þessi kvatar til þess að skara fram úr til þess að fá afslátt af skólagjöldum vera með bestu einhvernar því að þá færðu, þú veist, einhvern ábataði að vera í námi að keppast þetta geti allt horfið, þú veist, út af því að þú fær bara greitt sama hvað Þannig að svona afreksvæðingin geti horfið Þetta er náttúrulega ein möguleg afleiðing sem geti gerst, sko Já, en sko Ég held að hvað, í námi sé hvatin ekkit endilega minnst ólíklegt að hann sé háður einhverjum 100 ásköllum, skilur til að vilja vera bestur Forsetalistin í HR segir hana, þar er fólk að keppast við að fá afslátt á Já, þú veist algjörlega, ef ég samt bara svona hugsa út í mínar eigin Svo er fólk sem kemur úr háskóla og monta sig á einhvernum Nei, ég samt Sumir sitja á ferilskrána Nú hugsa ég bara svona mína eigin reynslu úr háskóla Þú veist, því að ég var í kepli að ná þessu síðustu 2 annir hjá mér að komast á forsetalista, það var mjög tæft Þannig að það var hvati hjá þér? Nei, ég er að segja, hvati var aldrei að fá þessi skólagjöld endurgreitt, sko. Þú veist, það var bara viðurkenning, okay, þú veist, þannig að út frá mínum eigin Þannig að þetta snýrst eitthvað ego en ekki peninga Þau ætti að vera með bara svona við dyrnar, leave your ego at the door Nei, þú veist Mér fannst það bara góð punktur Þetta er algjörlega valið punktur, skilur en þú veist, við skulum kannski aðeins róa okkur með að segja að þessi kannski verið að ríkisvæða háskóluna með þessu það er náttúrulega það var það sem þú sagt eignarhald þú ert í öðru nei, sko eignarhaldi verður náttúrulega helst óbreytt sko á þessum einhverjum skólum en vissulega er aðkoma ríkisins þarna og eins og ég sagði í byrjun þetta er eflaust umdeild skoðun maður spyr sér, ætli þetta sé eitthvað afturvirkt eða? Nei, ég veist það Hvenær fáum við leiðréttingur á námsgjöldunum eins og gert fyrir allt annað á landinu eftir hrun Námslánum, segi Þetta er allavega, þú veist, þetta er risafrétt og þetta er búið að vera lengi til tals en nú er Áslaug, minnst Áslaug vera að vaða í málefni Já, hún er að taka líka sjóðina Já, mér varst miklu þarfara sem hún var að gera með það Það er algjörsnilt Þetta sjóðasökir og algjör della sko. Já, fælkaði hvað úr 30, hvað var þetta eftir? Ég veit það ekki og svo bara að fólk skuli komast upp með þessa dellu að vera að deila peningum hingað og þangað það ætti bara að vera mátt ekki útluta Já, nei, sorry, fækkur 8 í 3 Já, ekki 30 það var, En sparnaðurinn var töluverður og það er bara ein umsóknargátt líka skilur þú veist að hér er verið að gera skilvirkara ég er ánægð með Áslaugu hún er að gangi verkin sem að fleiri mættu taka sér til fyrirmyndar Það er allt og mikið sökk og svínar í þessu sjóðakerfi segja sumir Já, en herru, ég ætla kannski að hleypa þér bara að við erum svo með Play og fleira, einhverja smá pælingar og frumvarp vegna Airbnb og svona Sko, ég fór yfir tenni-tipsin þín og ég ætla að koma aðeins bæta við á mjög margt sem þú sagði var gott Já, þegar ég fór í síðast sumar Þegar þú fórst síðast, ég notaði það, ég vissi ekkert hvað ég var að fóra út í Bjórinn er fín, sammála því Veðrið er alltaf eins Binni sem var með mig gerði reynda þau mistök Binni í bankanum? Já, Binni í bankanum, ég kalla hann Binni Jones, hann er Tom Jones, óður Þú hefur verið í góðum félagskap, maður fekk ekki að sjá neina myndir þarna Nei, ég var í svona síma timeout Hann gerði þau mistök, hann skráði sig á Tenerife í Kólumbíu Þannig hann var alltaf með allt þar að viðspáðandur við Og það er no joke Er það til í Kólumbíu sem þetta? Já, ef þú skrifa Tenerife, Kólumbía Eða Venezuela, ég man ekki hvort það var Hann var allavega þar Sko, veðrið er alltaf eins Þannig að sama hvað þú lítur á, location skiptir engum máli Sko, ég var ekki alveg að tengja við þetta sem þú sagði með lausar hægðir Hvað er þetta ruggla núna? Svo, bara næsti punktur Sko, leiðir þetta kerfi Ameríska ströndin, þú varst þar eða ekki? Ég var amerísku, ég var á Dekhe sem er rétt hjá amerísku Ég ætla að segja, þú veist, bæði alveg solid Eina sem maður þarf að hugsa með barnafólk að passa sig að vera ekki aðeins upp í brekkunum Helvítis brasa að koma krökkunum heim á kvöldin
Byrju í brekkunum Að dekka gengur svona upp í brekkuna meira en mér skilst að flesti sem eru á amerísku eru svona neðar og nær ströndin meira flatlendi Ég fór neitt ekki á þess að nektarströnd sem þú mælti með en ameríska ströndin er solid að dekka er solid og svona lokapunktur þessi nuddstofa fúki ég let það alveg vera Þannig að þú ert ekki með neinn tips þú bara að ljúga eitthvað Þetta var svona tenegæti mitt bara þú veist, yfirferðin tíma góð en þetta er svona það sem ég vildi koma að núna Þannig að þú er búinn, basically að leiðrétta bara eitthvað sem ég á að hafa sagt Já, þið getur hlusta á þetta Ég veit ekki, kannski svona loka tips ég er búinn að ræða við fleiri fóreldra ég tek svolítið fóreldravinkilinn farið í hálftfæði, frekar en fullt Já, ég fór í hálft Þú hefði mátt vara við því Út af því að við vorum döðleiða að vera alltaf á hótelinu í fullu Já, þið voru í fullu Já, það er kannski síðasta tinntips ég mæli með að taka hálft Var það ekki svona all inclusive? Jú Þú veist, þannig að þið fengur drikki allavega Jó, reyndar Ég náttúrulega háði harða baráttu við vitleysingarna þarna á barnum sko og ég döðsá eftir því að hafa ekki Já, upp á að vera að geta gengið í Doraðan Já, eða þú veist, þetta var alls konar vesen sko út af þú veist, þeir sem voru með all inclusive fengi alltaf stærra glas Já Og eitthvað svona kjaftaði sem að ætti raun að vera öfugt þeir sem eru all inclusive ætti að fá minna sko Ég var alltaf að reyna að fá þetta stærra glas fjandinn hafið það sko og því líka sko bulli sem ég lendi Já, ég spáði reyndar ekki hvort það var í all inclusive Nei, hvað kallar það? Já, hálfu fæði Nei, það er ekki sko Ég þurfti að borga þarna fyrir bjór sem var búið, þú veist, ég held ég að við drukki einhvern tímann 6-7 bjóra bara í einum teig og ég fann ekki á mér sko og vastinni að þetta er 1% sko. Já, þessi Doraða hann er fín, ég gefði það, hann er fín en sko, punkturinn með hálfa versus fullafæði, ég gerði þetta ekki greina mun á hvort drikkirni væru þá vinni morgumaturinn á þessum stöðum er alltaf bara solid þú gerir enga sérstaka kröfur að fá scrambled eggs og hvað þetta er Svo viltu geta valið annarkvort hádegismat eða kvöldmat en þegar þú ert annað dag eftir dag í viku þetta er alltaf sama, þetta verður alltaf sama Gugæja, offsteikja, kjúkling eða lambalæri Ég hef lært af reynslunni þarna á tenni að taka bara ekki kvöldmat sko. Já, það er yfirleitt spánverðin er bara ekki þú veist bara sama leveli sko upp á mötuneytið því að þú getur síðan farið á mjög góða veitingastæði því að sko morgunmaturinn bara geggjaður yfirleitt þú veist þetta mismunandi eftir hótelum en svo ákveðið haks að fara klukkan svona 1-2 rétt ára á lokar í hádegismatnum þá ertu búin að fylla þig fyrir daginn og svo getur þú farið einhvern kvöldið og það er nú ekki eins og þetta sé dýrt að fara út að borða þarna sko Já, það var síðan annað sem spilaði inn í kvöldmatinn hjá okkur og við fengum Egill nokkur Einarsson sendi mér kvöldmatalistan sinn Það var bara eins og að vera á 5-stjörnu veitingastað á hverju degi sko. Hann er reynslunni það voru helvíti góðu staðið þar þannig að það var svona hann mætti byrta sinn til tipslista Hvað heitir þetta hérna? Bianco eða ekki? Hann er ekki á listanum Hann er ekki, hann er flottur samt Svo er þessi asíski þarna við hliðina á, hann var á listanum El Mirador og Já, ég fór á hann, þetta er frábært Tenni, þetta er menningaperla og við elskum það Pingjumenn, we salute Tenerife Já, rétt Herðu, takk fyrir þetta Já, verður það Var þetta þessi liður sem þú ætlaðir að vera með? Þetta var bara svona yfirferð á Tennetips Já, þú ætlaðir að vera með einhvern nýjan lið Já, nei, ég var að taka hann strax Nei, við skulum bara, þetta er skemmtilegt en að því sögðu langar mér að koma inn bestu hamborgurinn landsins Júsú, hefur eitthvað það að segja í dag? Nei, bara fakt Þeir eru bestu Tókst það með þér til tenni? Var það ekki Ég tók einn með út fyrir krakkana og það var svona líka bara til að venja þau við frönskufæðið það hefur átur svona 7 kíló af frönskum á 2 vikum Allt fyrir börnin Ég vil ekkert annað Ég sé að þau eru komið nýjan matseðil núna hjá svona nýtt útlit á matseðilum Kíkja á það, þetta er bara stórkostlegu menjú auðvitað og svo er það tilboðin sem að ég þreytist ekki á að minnast á það er tilboð fyrir 2 þarna sem að mér finnst sjaldséð orðið Þetta er alltaf bara fyrir fjölskylduna eða einn sko Maður fann það svona mest maður var að fá sér að koma hamborgara í krakkana þarna hvað við höfum það ótrúlega gott með Júsú Þetta er alveg nautakjöt sem eru notið í hamborgarana ekki þetta hakk sem er sett í þetta er svona kjötfars þannig að Júsú Þetta er bara prísa með sælan að hafa Júsú hérna Herðu, Askja Yngvi, í sæng með sigurvegara Við erum að tala um að þú veist Erum við ekki að fara bara innlega, erum við ekki að fara að senda nú Egill hlustar þetta, skilur Ég hitti Egill úti Já, er það? Egill er ástæðan fyrir að ég enda á spítala
Já, þú fórst að hlaupa með honum Nei, ég er bara að fylgjast með honum á Instagram hann var einhverju fjallahlaupadrasli þarna og þú fórst að hans fórdæmum klifrandi svo kónguló upp all fjöll og tinda þarna og ég sé þetta og segi við Binna Jones sem var áður Binni í bankanum hann er Tom Jones óður við fórum á 4 svona replika Tom Jones sýningar hann elskar sexbomb getur þú spilað sexbomb það er ekkert spes við skötuhjúin eru bara sexbombs en hérna ég sé að Egill er að hlaupa bara easy upp alla trissur segjum Binna við tökum 2 kilometra upp í fjall á morgun þetta er á 3. degi erum á harða spretti niður 200 metrar eftir ég stígi hólu á gangstéttinni misti mig, flýg fram fyrir mig brýt hérna fallega síma hulstri frá Coolbet og snýði på öklan og var svo bara að drepast allan daginn ég ákvaði að gefa nei ég slapp, ég fór í röntgen já þú sagði við mig eitthvað, þú heldur þú verið brotinn hann já ég var að drepast allan daginn og þetta versnaði alltaf og versnaði en ég fattaði eftir á eina sem ég þurfti var spraut í rassinn nú við beðum eina nei, ég bara þegar ég kem upp á spítala fer í gegnum helvítis tryggingadraslið og allt það þá senduðu mig á enga spítalananda sem ég mæli heilsugar með eða úr með kort sem að coverara Evrópska sjúkrakortið og er hann að tala við túlkinn og 2 spænska lækna á einhverja hjúku og viltu painkillers og ég bara eitthvað var ekki búin að fá neitt yfir daginn ekki íbúfunni eða neitt alltaf að versna svo mætir hún bara með sprautu og ég fór bara að ringja allar hjúkkur sem ég kannaðist við, svaraði mér enginn og svo bara endaði hann sprautaði mig í rassinn og ég var allur betri það var bara allt ótrúlega, svo hitti ég annan Íslending á tenni og fór að segja honum söguna ég fekk spraut í rassinn og þá sann að sama gerst fyrir konuna sína datt eða eitthvað og bara sprautu í rassinn bara lausna allra vandamála og búin að vera bara góð í bakinn í 4 ár síðan þegar henni búinn kann þetta hann er að sprauta í rassinn en herru það tengist nú kannski ekki í öskju nei en já punkturum að þessi að Egill var þarna út að hlaupa og hann sagði við mig það hefði verið gott að fá því í sæng með sigurvegara já því að þau þarna verðum við ekki að fara að senda einhverja fyrirspurt bara inn á öskju að taka þetta upp jú þetta verður bara nýtt slógan í sæng með sigurvegara nei það er náttúrulega smart já smart já þú veist smart í sæng með sigurvegara söluðasti bílinn við hvetjum ykkur til að kíkja ykkur kynna ykkur úrvalið inn á askja.is þar er hægt að sjá allan fjandan en það sem við viljum auðvitað sjá er smart við viljum sjá alla og þristurinn er að mæta, hann er með aðeins stærra skott þannig að fjölskyldufólkið bara kíkja á sama, fáið að skoða við sjá alla Íslendinga á smartinum alla atvinnureikendur, þetta er náttúrulega frábær bíl fyrir reksturinn þannig að kíkja á það allir sem hafa unnið þessi vörumerkjaverðlaun sem að þú varst að auglýsendaginn allir sem hafa unnið ánæguvóina allt þetta, þau eru á smartin því að þau eru í sæng með sigur þú sér það, þakku þeim fyrir en já, vissulega, það er rétt þér ég fór átt í beina útsendingu í þessu brandævintýri sem var stórskemmtilegt, stressandi ég var mjög stressaður svo bara þetta fyrst skipti í beinni já, ég hef aldrei verið í beinni þannig sko, þetta var bara var áttan aldrei live á Insta nei, þú veist, maður hefur vissulega verið í þannig þetta er allt annað þannig er bara fullt að liða að horfa bara alþjóð bara svona vinnustæðir, bara saman eitthvað að horfa á þetta og skal ég þér segja já, þetta var bara svona eins og þú sér í bíómyndunum var 7, 6, 5, 4 svo bara en er það ekki bara eins og sjónvarpsþáttunum hjá þér? Nei er ekki gert þannig það er bara skilur, eða þú veist er ekki talið niður? Nei, í beinni var er ekki talið niður í svo byrja sjónvarpi tónlistinu og maður var með svona airpiece sko og þá var verið að tala við mann á fullu og svona er eitthvað verið að er ekkert verið að rugla í ykkur og engin búkljóð sko en það eru smá tæknilegir örðuleikar hérna á einum tímapunkti og þá já, þú veist svona bara eins og gengur og gerist í beinum útsendingum og þá var verið að tala við okkur skilu haldið þessu aðeins lengur áfram skilu og þá var maður svona að reyna að draga þetta eins og hvernig, ég horfði ekki á þetta, ég var úti varst ekki að taka bara ég tók já, góðan daginn nú sjáum við ykkur ekki, Brand Calling Deuce Bois nei, Eurovision bara maður var léttur, tók 1 Eurovision það er heldig gott þetta var gaman, skemmtileg reynsla að prófa þetta en við erum komin hingað til að tala viðskipti og fjármál og fleira þannig að já, þetta er þannig þáttur já, þetta er þannig þáttur, eitt örstutt bara ég ætla ekki að fara að krifja þetta til merkjar en ég sá eitthvað sem ég aldrei sé áður frá Sam Altman og maður stættur honum
Gleymdi framkvæmdastjóra OpenAI. Já. Hvað, gleymdur það? Ég gleymdi í erlenda fréttir, ég með erlenda fréttir sko, Já. að þau að leitast eftir að reisa. Já. Ertu með þetta? Það er að segja, ég hef aldrei séð svona. Ég bara held ég væri að lesa sko, í staðan fyrir trilljón, að ég væri, þú veist, ég væri bara að lesa eitthvað rangt, en þau að sækja 7 billjónir bandaríkjadólar, sem á ensku 7 trillion dollars. Já. Og það vegna þess að hann vil geta auki framleiðslu á svokölluðum AI chips til að losna undan einokun Nvidia á markaði. Hann hendi bara í einokun. Já. Þetta er náttúrulega frjálsmarkaður, þetta er náttúrulega enga veginn einokun, skilur þau bara vill svo til að þau gera þetta best. Já. Er það ekki? Jó, bara með, þú veist, eru þau með enga leiði á einhverju? Nei, bara... Ég reyndi að kynna mér það. Bara eigið hugvit, sko. Já, einmitt, sko. En það er samt eitthvað hollenskt sem held ég að challengea Nvidia mest. Eitthvað sem heitir... ASMR. ASMR, já. Þau eru samt held ég ekki alveg á sama í svum kategóri sko. Eitt ef það er einhver sem kann eitthvað innan iðnað sem hefði á að koma, þá ættu að fá hann því að chips er held ég orðið mest shipped commodity in the world. Ég veit þetta er orðið stærra en olía upp á flutning að gera. Ég veit eitt sem vann hjá ASMR sko. Á bjótunum hingað? Já, bara mér sama hvað hann einhverfur og hversu erfitt er að tala við hann. Við þurfum bara að skilja þetta. Hann var vissulega ekki í tæknimálunum, hann var í áhættustýringu hann var á samfélagsviði. Hann var að sjá jafnlaunastefnuna. Þegar þú segir það, þessi aðili getur líka rætt við okkur skuldabréf og frætt okkur allan fjanda, við verðum að fá. Nei, er þetta Andri? Já. Ég var einmitt sattur hlýna honum í gær. Hann er velkominn. Heyrðu, annað með þetta, það sem er svo steikt að þeir sé að safna 7 trilljónum bandaríkjadollara. Andri var ekkert að semja einhverja jafnlaunastefnu, okkur segir það? Ég sagði það aldrei. Nei, ok. En út af því að ég held ég að við lesið að áætlaðar tekjur af þessum chips worldwide eru bara $100 billion, sem er stór tala, sko. 100 miljardar bandaríkjadollara, sem er risastórt. En þess vegna eru menn að spyrja sig, af hverju þarftu 7 trilljónir bandaríkjadollara ef að total market cap á markanum sem þú ert að fara inn á er bara 100 miljardar dollara. Algjörlega. En þú veist, vissulega Nvidia metið á, held ég, 1,7 trillion í dag. Market value, en vestan hjá þeim er samt, sko, hvað er 40 miljardar? Við sögðum ASMR á þann. Það er ASML. Já. ASML, við afsöngum þetta. Já. En já, þetta maður velti þessu fyrir sig, sko. En fræknar herma að hann sé í samræðum við ríkisstjórn Sameinuðu arabísku furstadæmina. Andri? Nei. Sam Altman. Já. Og Andri er bara í skuldabréfum í dag, sko. Ég veit svo, en þegar þú segir það, veit ég svo sem ekki hvar þú ættir að komast í tæri við aðræðins upphæðir annar staðar, sko, heldur en bara þar, sko. En hann gerir ráð fyrir að þurfa, sko, 5 til 7 billjónir bandaríkjadollara til að mæta þessari framboðsþörf. Trilljónir? Billjónir. Þú veist, þú segir á íslensku, trillion á ensku er billjón á íslensku. Okay. Og eins og ég segi, ég hef bara aldrei heyrt talað um svona upphæðir áður í funding. Þetta eru 7.000 miljardar bandaríkjadollara. Það er fjórfalt virði Nvidia, sko. Hvernig ætli Excel-skjali hjá þeim líti út þegar þeir eru að gera svona rekstraráætlun og annað? Hvernig er alltaf að eyða þessum pening? Þú veist, það er stóra tölur. En talandi Excel-skjal úr einu í annað. Eða sem er... Ertu að fara að taka fuck-upið? Já. Norski olíusjóðurinn. Nú það var annað fuck-up held ég kringum Super Bowl. Já. Ég skeiti í erlendu fréttum, sko. Ég var með þetta allt í kollinum. Einhver gæi, hann laði inn 10 sinnum herra heldur hann átt að gera fyrir auglýsingu. Nei. Ég held hann átt að leggja inn $8 milljónir. Já, bætt við 0. Laði orst inn á 80 milljón. Held það, heyrðu, do your own deal, sko. Do your own deal, people. En sko, norski olíusjóðurinn, þú veist, með allt niður þessi, ég veit það nú ekki, sko, bara ef við setjum þetta í samhengi, þá er þetta nú ekki stór upphæð, við töpuðu, sko, 13 milljörðum sem eru sem sagt ég held að verið 92 milljónir bandaríkjadollara og þetta eru tæpar 13 milljarðir íslenskra króna. Til að setja í samhengi þá er þetta 0,006% af sjóðnum. Já. Sem að í rauninni tapast á bara einni Excel-villu, sko. Já. Og svona gerist nú annars lagi hjá þeim, skils mér, en þessi villa er 2-falt stærri en allar samanlagðar villur á árunum 2010 til 2020. Já. Þannig að, og sko, þessi mistök áttu sér stað hérna voru 2022 en þau uppgötuðu þetta ekki fyrir en bara undir lok síðasta árs, 2023 og það er búið að vinna einhverja skýrslu mistökin og hérna, jari og
Örugglega einhverjir stýrihópar og fleira sko. En það eina sem ég talaði að það hefur bara verið framkvæmt mistök í risastórri reiknitöflu, spreadsheet, sem að er verið að vinna í núna og þetta er væntanlega bara að gera ráð fyrir Excel eitthvað, þannig að þú veist þetta er mjög hughristandi þetta er alltaf bara mannfólk á bakvið þetta sko, það er ekkert flóknari en það. En það kom hérna yfirmaður áhættu eftirlits hjá olíusjónum Patrick Duplessis talaði að honum hafi liðið líkamlega illa þegar honum var greint frá mistökunum. Þú hlýtur að fá svona smá skjálfta líkamann þegar þú áttaði á þessu sko. Já, en þú veist, hugsaði þetta samt, skilurðu. Ef við setjum þetta bara í samhengi 1 milljónar og þá er þetta eins og myndi tapa 60 kalli. Já. Skilurðu. En þú veist, peningur, þetta er stór upphæð fyrir meðalmanninn, sko. Já. Þannig að, ég veit ekki, þú veist, þetta er rosalega lítill error, samt sem áður. Herðu, já, fleira íbúafjöldi ofmetunum 14.000 manns. Já. Hvað er að gerast? Þú veist, ef við deilum 14 bara með hvað, 390.000 eða eitthvað sem var að tala uppalega, þú veist, þetta er alveg 3,6%. Já, ég skil þetta ekki. Ég bara skil þetta ekki. Ég rauninni skrifaði ekkert meira, ég bara hafði þetta á blaði hjá mér því að mér langaði að tuða yfir þessu, bara hvað er að gerast? En mér skil samt að þetta sé eitthvað út af að fólk er ekki að gefa það upp þegar það flytur úr landi. Já. Eitthvað svona, en þú veist, 14.000 manns fjandinn hafið það. En hvernig erum við að telja þetta þá? Er þetta ekki bara út frá... Já, þetta er út frá nýskráningum og afskráningum innan gæsalappa. Þú veist, áttu að manuáli að vera afskráðið þegar þú flytur? Ég held þetta fyrir þá sem eru með lögheimili hérna á Íslandi, sko. Já. Það er bara fjöldi þeirra, sko. En þú veist, maður skilur þetta samt ekki, sko. Jafnvel þó einhverjir örfáir gleyma tilkynna þeir séu konur með erlent ríkisfang, sko, að hvernig 14.000 manns geta vantalist. En þú veist, ef þú bara hugsaður út í þetta hlýtur að vera einfaldast í heimi fram til 18 ára að þú telur kennitölu þegar hún fæðist og til 18 ára því að gengur í gegnum leikskóla, grunnskóla þú veist, þú átt að hafa það 99%, en það ekki? 99,99 bara... Svo byrjar örugglega eitthvað að riðlast út eftir það þegar þú byrjar þá væntanlega að vera að flakka inn út úr landi eða útlendingar að koma inn Ég bara skil ekki hvernig þú fokkar þessu nögt sko. Bara, eins og ég segi, You had 14, one job 14.000 mann sko. Þetta heiti þjóðskrá Já, þetta er svona, en eins og ég segi, ég hef ekki það þarf að stofna nýja stofnun sem heiti þjóðafskrá til þess að vera með það rétt hvernig við erum að afskrá fólk Það var 2 mismunandi stofnanir í kringum þetta Bara þeir sem eru að fylgjast með þeim sem fara Það er nú ríkisstjórninni líkt einhvern veginn að splitta þessu upp í 2 Þjóðafskrá og þjóðskrá Svo eru líka bara þessi duldu áhrif núna þú veist, þá er allt í einu búið að vanáætla eða ofáætla allar spár uppbyggingu húsnæðis Nýjasti punkturinn er með RÚV að RÚV er búið að vera að fá greitt eitthvað í takt við einhverja mannfjöldaspá Þannig að þetta er mjög steikt. Heyrðu, að fara í erlenda fréttir eða? Málið sko, en hérna þess að þú segir eins og með húsnæðistörfuna að HMS gaf það nú út að þetta breytti ekki umfram, þú veist, hvað segir maður, umfram hérna þörfinni á húsnæðiskilju. Það er eitthvað örlítið til lækkunar, eðlilega, en á sama tíma, þú veist, hefur það bara, mun það ekki hafa, þetta bara hefur hverfandi áhrif. Að mér síndist sko. Þetta er svona eins og með hennan gæja sem að tapaði 0,6% á sjónum eða vitlaust skráði hann að dusi hjá norska þegar hann uppgötaði mistökin þá fekk hann svona chills fólkin á þjóðskrá, hvernig leiði þegar átti að segja að búið að telja vitlaust en það var sko hjá þeim það var sko 0,006% hér eru sko 3,6% sko. Þetta er bara Þetta er galið En herru, ég ætla að hleypa þér að ég er nú með eitthvað hérna í viðbútt samt sjáum hvort við komum því að en þú ert með nýjan lið Á ég taka hann núna? Já Ég er líka að spá í einu, við glemdum einu fyrir tenetips og nú ætla ég að leggja undir nefnd eigum við að taka það upp eftir þátt og spila það fyrir til að fara aftur í svona tímalínu Nei Ég held að þetta að gera það Viltu ekki bara leiðrétta það núna? Jú, sett á lagið Chuchua Þetta er lag Tenerife og ég ætla að segja sá sem að íslenskar þetta lag og kemur hann á leikskóla Chuchua Viðkomandi gæti orðið milljónumæringur Þetta hérna? Já Þetta er spilað á hótelinu á hver einasta kvöldi Pingjan! Chuchua Já Ég hef nú heyrt þetta á þess Komando Þurfum ekki að búa til einhvern pingju anthem í kringu þetta Jó, það var ennabla hægt Ársreikinga Svo kemur hérna
Pingjan, já, það má vinna með þetta Ársreikninga já takk Endur skoðan Pingjan, já Ófælegur frétta flutningur Já Ég var klippt það fyrir fram hann eða? Nei, leiðum þetta verið hérna Þannig að ef einhver að byrja að hlusta á 40. myndu þá er gott að hlusta á þennan bút og spóla tilbaka fyrir tenni-dóti Ég gleymdi þessu Heyrðu, erlenda fréttir Ég vil að mest gaman að lesa þeirra celebs í business Við höfum takið þarna Ryan Reynolds þegar hann keypti fótboltaliðið Þú fannst þessar fréttir ekki gegnum kelduna eða hvað? Jú, að hluta Ég fann með þarna það sem komið svo stað var Tiger Woods fréttin Hann er hættur hjá Nike eftir 27 ár Það er þetta 5 vikur síðan En núna í vikunni þá var hann að annánsa Hann er að opna nýtt merki Hann sést að koma eigi brand Varstu búin að sjá þetta? Nei Það heitir Sunday Red Við höfum náttúrulega tekið breakdown á Ryan Reynolds og hans veldi Já, Tigerinn, ég ætla að taka hérna létt á honum Tigerinn hætti á Nike eftir 27 ár Það er talað um að hann hafi fengið $500 million í tekjur yfir þann líftíma Networth hjá honum í dag er 1,1 B bandaríkjadollara Þannig að þetta er svona Nei, það er ekki hægt að segja að þetta sé það bil helmingur á networth Þetta er náttúrulega bara tekjurnar Og hér segir að tekjur af öðru PGA, aðrir auglýsingakontaktar fees og eitthvað sé 1,8 milljarður dollara Þannig að þetta er ansi góður tjönk af heildarinnkomu Það er sem sagt, hann hættir hjá Nike Og núna 5 vikum síðar er hann að stofna nýtt merki með TaylorMade Sem er bara held ég í gólfi Gólfkylfum og gólfbúnaði Ég á TaylorMade sjálfur Já, ég líka Og logoð þar er 15 strípur Ein fyrir hvern major sem hann vann Og þessu verður að lönsa núna held ég 1. maí En bara svona áhugavert að spá í líka Hann græðir þess að $500 million á 27 árum Geturðu fletti upp, ég er ekki með 12 í dag Lóa, þú ert velkomin í samband Hafa samband aftur eða við viljum kaupa 12 Hún veit hvað ég er að tala um, Lóa En hérna hvað er Jordan brandið búið að græða hjá Nike Því að Tiger er held ég næst stærsta brandið og eftir Michael Jordan sem búið að vera hjá Nike frá upphafi Sko, estimated net worth Taktu estimated revenue af Jordan skónum Því að það er það sem gerði Michael Jordan að original billionaire Fyrir þá sem hafa séð myndir Nike Þá samt hann að fá prósent af öllum tekjum sem hann gerir ennþá af seldum skóm af Air Jordans Það er nú ekkit, ég sé nú ekkit Nei, ég tek þetta ekki setna Heyrðu, það var svona eitt lítill með Tigerinn Veistu einhvern Íslending hérna sem er eitthvað að skipta á milli auglýsingasamninga og Já, við Já, nei, þú veist, ég er að tala um eins og úti Albert núna, hann er að vera hittasta nafni á Ítalíu og bara í boltanum Skiptir nei, ég meina Hvað er hann að spila? Genoa, já, sem að það, já, Genoa, já Er engin svona Íslendingar? Nei, eða þú veist, jú, þetta Af íþróttamönnunum okkar En mér finnst engin einhvern veginn Mér finnst CrossFit vera að koma lengst Dóttirbrandi, þær eru Mér finnst engin Íslendingur hanga eitthvað í fleiri ár Þú veist, auglýsingamarkaður á Íslandi er ekki þannig, sko Nei Þú veist, Nokko, vissulega, jú Það er eitthvað þar Það er eindir áhugavert, hún hann að Sara Sigmunds Já Hún var að verða hluta af einhverjum daginn Það er svona strategic move Það er skemmtilegt Ég meni klapp fyrir það Já Til hamingju með það, Sara Nei, herðu, nei Hún fær aftur klapp En sko, svo er hann næsti Og til við höfum gaman af celebs í business Annar flokkur Árið 2019 þá stofnaði Seth Rogen fyrirtæki Þú veist hvað það er Hann stofnaði svo kallað lifestyle brand Viltu giska á hvaða part af hans lifestyle Það hefur verið tengt hassreikingum Þetta sem sagt heitir Houseplant Og býður upp á cannabis Öskubakka Svo stóð Casa sem ég veit ekki hvað er Kerti og fleira lífstílsmerki Nei sko, málið er, hann stofnar þetta 2019 Og þetta er búið að ganga mjög vel, segir hann Það var náttúrulega bullandi uppsveifla í sko cannabis stokkum 2020-2021 eða eiginlega bara sturla gróð sko. Já, það er hérna kvót eftir hann Á hverjum morgni sitjum við frúin og reykjum gras og drekkum kaffi Það átti að vera hintið Sko, það var verið að annánsa hérna Hann er komin í collab með flýti fristi kaffi frumkvölafyrirtækinu Cometeer
Þeir erum að skoða það betur. Þeir eru semst að Fristi kaffi. Já, það er fast freeze. Ég þýtti það sjálfur. Flýti fristi. Illa þýtt. Nei, flott bara. Skrifaði það, comment here. Og þeir eru að fara að stað með 2 tegundir af kaffi. Been there, done that og get roasted. Enga tekju kom fram, en hann segir að þetta sé fyrsta skipti sem hann fer í eitthvað collab eða býr til eigið vörumerki sem þetta er að ganga. Þannig að hann hefur sennilega stottið á rétta hillu. Já, þetta er skemmtilegt. Og að lokum, Ben Affleck. Hann er að fá eigin rétt á Dunkin Donuts. Nei. Jó. Ha? Hann lék í auglýsingu með Dunkin Donuts núna fyrir Super Bowl. Hvað meinarðu eigin rétt? Það verður menu sem heitir The Dun Kings sem er með kaffinu hans. Eða, og ég átti mikið á því hvort sé kaffi sem hann er að selja einhver svona roastery eða hvort þetta sé bara að hann valdi einhvern kaffirétt. Og dæmið þetta, það er nú hérna Ólafsinni Rex hinn hamborgarstaðurinn hérna Nýbúlavegi. Kraftburger Kitchen. Já, þið gerðu svona menu. Hjörvar er með Doc, hvað heitir hann aftur? Doc Special eða eitthvað? Nei, á hérna Ég þekki ekki, en þú veist, þetta hefur þekkst sko, American Style? Já, American Style, já. En þú veist, það er búið að vera hörkusala á okkar burger, sko. En það ekki? Við þurfum eiginlega að fara að semja commish. Já, sömduð ekki commish. Nei. Burgerin ykkar er líka bara þurru svo góður, það má alveg gefa hann það. Já, ertu búin að smakka það? Já, ég elska allt svona Buffalo. Þannig að þið hittu alveg réttan nagla það, sko. Við erum einmitt að fara, sko, verðum þar að afgreiða í 2 tíma hérna í lok febrúar. Já, það er bara að vera að reyna að setja staðan á hausinn. Við verðum að afgreiða í 2 tíma og promóta borgaran. Já, en veistu sölutölurnar eða? Já, ég þekki þær, ég má ekkert gefa það upp svo sem getum við ekki, ef einhver vil fara í samstaf með okkur getum við gert eigin vöru, gerum pingjan eitthvað. Já, það er nú þegar komið í framkvæmd. Já, það er svona eitt, en það er ekkert byrjað. Nei. Ef þið eru með hugmyndir, sendið á okkur. Þetta var svona bara Smart X pingjan, ekki þetta bara pingjubíl. Þetta er skemmtilegt. Ertu á til í Bóði Keldunar? Já, Keldan elska businessfréttir af því sem að ríka og fræga fólki er að gera erlendis og við viljum vita meira eitthvað ríka og fræga fólki hérna heima er að gera. Annað dæmi náttúrulega blöðstrákarnir, verður hlutaði Celsius. Já, einmitt. Það er náttúrulega hjút strikkur úti, sko. Já. En hérna, já, algjörlega, þú veist, Keldan, þetta er fréttamiðstöðin. Þetta er nýja fréttamiðstöð og ég get ekki innbra nægilega vel á því hversu þægilegt það er að renna bara yfir þetta í staðin fyrir að vera að fara alla mótna. Þú veist, því að yfirleitt þegar ég fór og fletti upp á fréttasíðunum, þá var ég bara að skoða einhver svona viðskipta fréttir, skilur, og þú veist, farin á Vísi og MBL og ég var bara, nei takk, Keldan, já takk. Það er líka meira þess að þetta flett upp bara almennum fréttum og íþróttafréttum og sjávarútveg og hlaðvarpin. Heyrðu, er það komin nýr dagskrárliður? Já. Hann er í mótun, sko. Karlsberg, þetta. Já. Hann er búið í Karlsberg. Já, hann er búið í Karlsberg. 0,0. Já. Heyrðu þetta? Það ekki? Já, heyrðu, ég á líka inni yfirferðum stofnun Karlsberg. Já. Og hann var í núna til þurfti að loka í Rússlandi. Það var ljóta rugli. Já, einmitt. Það er alltaf að gerast í Danmörku. Það er líka skemmtilegt. Karlsberg er skráð á markað í Danmörku. Já. Þannig að við getum orðið investors. Þetta er danskt undur. Við þurfum að fara að setja saman pingiportfóljó. Já. Við getum alltaf mörg fyrirtækja markaði sem að við erum viðlóðnir, sko, en bara, þú veist. Já, ég er nú eiginlega búin að setja skilyrði. Við viljum bara vera með Bingi-portfóljóið mitt, út frá því sem við talaði í þættinum, er Airbnb, 40% upp, Meta, 400% upp, Búttbarn, það fyrir upp 40% og fyrir niður 30%, og Match.com, það er upp 23%. Já, þetta er ágætis áhustun. Já. Segið svo ekki að þið græði ekki á hlusta okkur. Já, nýr dagskrárliður. Þökkum Karlsberg 0,0% fyrir. Já, nýr dagskrárliður sem er aðeins í mótun. By the way, ég lofaði kippa Karlsberg inn á dýbita pingja. Já, ég sá það. Ég held nú að Otto okkar hafi bara strax tekið þetta, þannig að ég kem á hann Karlsberg. Sko, þetta er aðeins í mótun. Við rættum þetta bara fyrst í morgun. Þetta er svona bland af Shark Tank og einhverju öðru. Ég var að hugsa hvort við ættum að skýra þetta á loðnulögin. Ekki hákallalögin og þetta er svona eins og loðnubrestur eða eins og loðnan, þú veist, hún getur verið alltaf til staðar, stundum brestur hana. Já, þannig er það nú bara. En sko, þetta er Collab X yttipingjunni, X Steindi í blöðkastinu. Steindi er á þriðjudögum að spitbóla góðum business hugmyndum.
Já, í blöðkastinu Alltaf í blöðkastinu Og núna á þriðjudaginn, þá neymdroppaði mig því að hann tók upp hugmynd sem að ég og hann vorum að ræða að gera 2020 eða 2021 og hann náttúrulega var ekki með neina tölur eða neitt, hann bara að pitcha hugmynd á Egil og Ödda og hugmyndin að ég taki síðan hugmyndinar frá þriðjudeginum og geri svona napkin math og svo leitum við að fjárfestum í gegnum pingjuna og látum verða að þessu. Og þú ætlar að gera þetta núna? Ég ætla að gera þetta núna og sko út af því við erum komnir í collab þar sem hann presentar hugmyndina, ég kem með napkin math svo þetta svona, þetta svona Shark Tank meets leitarsjóður þar sem hann pitchar, ég púsla þessu saman og svo má einhver hlustandi bjóða sig fram og framkvæma þetta og við reynum að rata framkvæmdi eða einhverju, fjármagni en annars má við komandi bara stela hugmyndinni þetta svona out in the open Hver hugmyndin? Sko, hugmyndin sem kemur til hans núna á föstudaginn, nei á þriðjudaginn sem hann pitchar sem að fatta síðan þegar hann að pitchinu og ég og hann vorum búin að fara yfir þetta fyrir 3 árum hérna þegar Rauðvín og Klakar voru in its prime í COVID þá vorum við að diskutera búið til einhvern rekstur í kringum það bara ég og Steindi og Auði var auð með einu var sennilega smið okkur og við fórum að spá í klökum ekki slam dunk að Rauðvín og Klakar framleiði klaka hugmyndin var tvíþætt koma aftur með svona sjálfvirka klakavélar inn á alla staði og inn í alla svona búðir sem eru opnar þegar á partítíma þetta var alltaf en svo svo held ég hætt út af þetta var svo ógíslegt út af að fólk var alltaf að nota bara byrja að selja þetta í pókum ég var að nota hendurnar í þetta en hugmyndin var að setja upp klakavélarnar við hliðin á helstu stöðum og hafa þetta bara eins og sjálfsala þannig þetta rekur sér sjálft og þú borgar bara leigu til þeirra sem myndu vilja hafa svona eins og 10-11 eða einhver þeim myndi ekki þurfa að hafa þetta inn í búðinni þannig að þegar addinn að mökka sig með 8 hálf-1 búið að loka öllu þá veistu af klakavél einhvers stað fyrir utan og ástæðan fyrir þú plantar þess á þessum stöðum og þeir eru fjölfarnir í kringum partístaðina og líka upp á öryggi þú vilt vera það sem myndavéla gæsla og fleira hjá established stofnunum það var svona aðal business caseið og hann pitchaði það hitt sem að ég tók eftir að hann glemdi var að við ætluðum að herja líka ólíka markhópa við klakagerina allir sem hafa átt ólétta konu hér á landi þeir vita eitt það er bryðja klaka eins og óður þetta algjörlega vangifið og ég var að vera geðveikur á þessu það bara allan helvill sólarhringinn og eitt sem að fólk veit ekki sem svona hidden tricks að mikið af þeim allavega mín frú og vinkonur voru að fara í röðin á KFC kaupa ekkert en byggja bara klakaglös og því að KFC er með besta mulda klakan til þess að bryðja versus það, klakan sem þú kaupir í pókum oft svona stórir og þykkir þannig að það svolítið að eiga við þá til að bryðja versus það hitt bara instant fresh þetta svona smá svona krab-væp yfir þessu KFC vist bara geitin í þessu og hugmyndin okkar var að búa til sem sagt svona bleika mulda óléttupóka sem eru þau seldur út í búð ná dreifingunni þar og slóganið var fullkomnið til brauðs fyrir barnsáðandi konur og svo svona skemmtilega auglýsingar í kringu það sko, svo var hitt að gera alvöru partyklaka sem eru vist á undanhaldi og margir að bölva þessum norsku klökum sem eru búin að vera flytjinn ekki verið að svona það kemur reglulega frétt einhver sósíalisti sem alveg brjálar að við séum að flytjinn norskt klaka og við ætlum að vera svolítið bara Ísland þar þriðja var svo að herja á partymarkaðin og í veislu, svona B2B að vera með einhver svona netta klaka sko, þetta er fín hugmynd þú drefur ekki svo hugmynd í fæðingu nei, ekki séns sko og þá kemur að the napkin math þetta Mr. Iceman, það norska? Ég þekki ekki alveg sko, eina sem að ég hef fyrir mér í þessu út af því að hitt liggur inn í heildsólunum og það er einhverja serviceæðin að marka í dag að það var til sérhæft EHF sem hétt Ísmaðurinn sem var held í meðal brandið og dreifinguna í Bónus og fleiri búðum hér á landi 2019 velti það 50 milljónum síðasta rekstra ára sitt áður en það var tekið yfir af The Fanger Family kannastu við The Fanger Family? Ég satt nú í valnefndinni með honum Ara já, er þetta ekki gott fólk? Já, bara höfðingar heima sækja ekki flott að brandaði The Fanger Family The Fanger, jú The Fangers þetta er svona eins og The Rockefellers sko Ísmaðurinn EHF, það er bara síðasti útgefin ársendingur 2020 já, þetta er eitthvað fiff því að þau takit yfir 2020 hitt EHF-ið sem var utanum dóti, ég finn það ekki í dag það velti 50 milljónum það er vissulega 1912 EHF á hlutafíði núna já, það er The Fanger Family sko, en viltu giska á koksið á 50 milljóna veltu á klakarekstri? Já, sko, þetta er mjög áhugaverð pæling. Ég myndi halda
Sko, cost of goods sold Það fer í einn klaka. Hér ekki verið að sko taka inn vélar, ætti ekki vera að gera það, skilu, það ætti ekki að vera að taka inn eigfarðar vélar eða tæki Ekki í kringum koksið, þetta. nei, ekki koksið. Nei, ég er að segja, en stund, maður hefur samt séð eitthvað þannig afbrigði, sko. Ég ætla að giska á 2 milljónir. Já, þú ert ekki langt frá því, þá 3,9 Já. og ef þú náttúrulega hugsaður út í beauty þú þarft bara að vera með gott location aðgengja vatni og vél sem að fristir það er það sem þú þarft, það er startkostnaður kemur með 3,9 bara frekar Já, sko, það hlýtur að falla undir það Já, formin og eitthvað svona, þú veist, það bara hlýtur að vera og þú veist, pökkunin og pökkun og plast, en samt, þetta er 8% koks að 50 milljón krónar veltu og þú ert basically bara að frista vatn og pakka því laun 2 starfsmenn sem störfuðu þetta ár 20 milljónir í laun þannig að basically 2 snillingar að frista vatn með milljón á mánuði genius, finnst mér Shit, þetta er beautiful Já, annar ekstrakostnaði var svo 48% sem mér dettur í hug að sé fasteign dreifing og svo þeir eru með 2 gamla jálka sem er einhvern klakabusiness sem er búin að vera til í 20 ára og velta 50 milljónum og í sölu alls staðar þá er að læðast inn kaffikostnaður og ársóttíð og ferdi tenni og fleira ég hef ekkert fyrir mér í því en annar ekstrakostnaður var 48% af veltu 48? Já, á meðan að launakostnaður var 40% Þetta var selt til 1912 Já, sko Hver er framleiðin samt EBITDA, þú veist? EBITan var bara 1,9 milljónir eða eitthvað en þetta er operator owned Já, ég held Þannig að mig grunar að með hámarshagræðingu í huga þá væri auðvitað hægt að sko, keira með einbeittum vilja hægt að keira þetta hlutfall alveg miklu hærra upp EBITDA hlutfalli sko Já, þannig að núna er ég búin að pitcha hugmyndinni veltutölum þess sem var þekkt 2019 og ætla bara að auglýsa hér að það er einhver operator sem eru áhuga að gerast framkvæmdastjóri í fyrsta leitarverkefni loðnulaugar Idda X Steinda þá má hafa samband á pingjan.is en sko, svo langar mig að gera eitt special shoutout á fyrirtæki sem heitir Klakavinnslan sem er að herja á high-end veitingahásamarkaðinn og mér minnir að ég hafi talað við þá 2020 þegar við vorum að spá þessu þá voru þeir að velta 1,6 á fyrsta starfsári og þeir eru komnir upp í 8,5 2022 Sko 2022 er þetta 8,9 Já, en þeir eru mjög nýts Þeir eru nefnilega að gera svona luxusklaka Þú finnur það eins og á flottu stöðunum niður í bæ Þetta eru komnir svona ógeðslega flottir, stærri sem eru það sem að Mér finnst það cool Já, sem að koktelþjónar og svona vínperrar sem eru svona, já, til að gera viskisár þá verður að fá svona fristan eða svona í laginu Þeir eru með þann markað, þannig að ég bara gef þeim gott sjátt, mér minnir að ég hef talað við þá Þetta er náttúrulega, sko, það þarf að fjárfesta samt, sko, held ég í alls konar búnaði í kringum þetta Ég held þú þurfi bara eina klakavél, þú þarf pökkunavél Svo sem dugar bara að vera með svona fröðplast einhvern veginn bara Kassa, það er partimarkaðurinn Já, þú veist, nei, þetta er sennilega ekki alltaf mikið Ég meina, ef við skoðum bara þetta er stofnað 2018 Klakavinnslan Já, þeir eru bara ef við gerum svona örstutt ef við rennum á hundavaði yfir efnahagsreikningin hjá þeim þá er þetta bara fjármagna með hlutafé og örlitlum skammtímaskuldum sko, sem að hanga þarna sem lifir áramóti ég meina, þú veist það þú veist, auðvitað er þetta einföld vara þú veist, þú ættir ekki að þurfa allt og mikið en ég myndi samt alveg halda og þurftir að startkostnaði væri 1 milljón sko Já, og þú veist ég held að hugmyndin á bakvið að pizza þetta er að það er tiltölulega lítill startkostnaður það eina sem vantar er graðan operator sem hefði áhuga að keyra þetta áfram og hann hefði backupið í mér og Steinda öll okkar maskína kem á bakvið 100% það er bara ég stend heilshugur á bakvið ykkur gerið einn greining af gott fólk það er í staðin fyrir do your own deal maður gerið einn greiningar gerið einn greiningar G þar með líkur fyrsta þætti í loðnulauginni er ekki loðnulögin er ekki alltaf að tala um D og D? Nei, D, Upsilon, D, do your own deal Já, ég menna það Já, Nei, ég veit það ekki Do your own Það er D, Upsilon og D Það er bara að segja G-E-G Já, þetta er geggið, gamla góða geggið G-E-G, gott fólk En herðu, já, ég held að við séum bara tæmdir í dag Já, þú veist, nei, reyndar er ég ekki tæmdir Ég glemdi að tala um Play og allt, sko og frumvarpið vegna Airbnb og Herru, við komum inn á það næst bara Hvað viltu segja með Play?
Nei, bara það er bara ákveðin vandræði í gangi þannig skilur, nú eru þau komin í hlutafjárauningu og eru bara vonast til að fá hana sko og svo sitja líka undir rannsókn hjá fjármálaeftirlitið FME og vegna mögulegar markas misnotkunar og svona fleira það er bara svona ýmislegt að ræða í kringum þetta sko en eins og ég segi, ég held að það sé nú bara skynsamlegast að bíða kannski aðeins með það að meira kemur fram sko. Já. Það hefur ekkert allt og mikið, þetta er svona voða dulið sko, þeir eru einhvern veginn að vonast eftir fjárfestum og svona, þau gefa ekkert upp með þessa rannsókn og en þau vilja bara, það sem þau segja Birgir, að þau vilja bara drífa þau vilja bara drífa í þessu. Já. Hluthafar, þetta var frétt inn á Innherja. Það sem að talaði að hluta vilja drífa hlutafjárauningunum bara af og þetta bara kemur væntanlega í ljós á næstu dögum sko. Ég fór yfir efnahagsreikningin hjá þeim skiluður og alveg nánast 2023 eru þau bara í 100% gírun sko. Það sé 99% lausafjár veltufjár hlutfallið er komið í kringu 0,4 og þetta er bara svona staðan er ekkert sérstaklega slæm á efnahagsreikningnum sko. Nei, sérstaklega góð já, það er myndið að segja, já, heyrðu, þetta er ekkert sérstaklega góð mjög sko. contrarian greining og þú veist þetta er bara svona já, ég held að handbært fé sé að föðra ansi fljótt já, ég meina, þú veist, eiga handbært fé er ekki það en það er bara, þú veist, sem hlutfall af skammtímaskuldum og öðru og þá er þetta bara mjög lágt og svo er þetta líka sko, þeir að greiða alveg gífurlega fjármagnsgjöld sko. Það verið, hvað var þetta, $27 milljónir eða eitthvað, bara 2023 sko. En sko það sem ég finnst áhugaverðast út í að þau eru eitthvað svona aðeins að hika með þetta Amarok fór á stað á 5. daginn í síðustu viku og að koma með 7,3 milljarða umfram eftirspurn á 3. degi þannig að þetta þarf ekki að taka langa tíma að þú fer að stað Solid Clouds var að annánsa held ég á miðvikudagskvöldið ég glemdi að koma inn á það líka að þau eru að sækja fjármagn það var 4 daga rammi sem kemur í ljós bara þegar þessi þáttur fyrir loftið held ég, sko, 16. febrúar Solid Clouds er komin niður í 1,5 krónu per hlut sko. Já, en þau eru að fara núna búin að sækja, já hérna er þetta sækja fjármagn á genginu 2 og það er 4 daga rammi þannig að maður svona finnur eins og með play fyrst þetta komið in the out there það ekki að fara að keyra á þetta Já, algjörlega, ég meina þú veist, annað er bara tortryggilegt að vera að tala eitthvað endalaust þetta en ég meina eins og Solid Cloud sko, það var ekkert komið það eða nokkuð við náttúrulega spáðum þessu svo sem Já, ég vil ekki bara fara að segja þetta gott en ég er náttúrulega með aðra spá á árinu að er bara, hvað segir maður? Spæki Solid Clouds Já, mannst ekki eftir áramóta spánu minni Völvu spáni sko, ég hugsa Solid Clouds verið stórir á samfélagsmiðlum núna og þau voru að ráða nýja markastjóra allavega bara fyrir korteri Já, ég er bullandi trúaðin sko en þú veist þess að ég segi þetta var nú leitan út þegar við fórum yfir þetta að átti ekkert allt of mikið eftir þannig að þetta er kannski eðlilegt skref bara ég er ekkert að segja annað sko Já Svo glemtur þú náttúrulega að fara yfir einskiptislið hjá sín hvernig dúkkuð allt inn upp 840 milljónir þarna Já, við skulum bara taka það næst ég held að við erum búin að vera langt umfram það sem venjulegt er hjá okkur en það er bara gaman inn á milli taka þetta aðeins lengra Endum þetta bara á tjú-tjú-a Já, takk í dag Ársekningana